Hver var Kalli Hjalta? Geturðu sagt mér það? Pabbi minn, hann Kalli Hjalta, handavinnukennari, eins og hann var kallaður. Hann náttúrulega er Eyfirðingur og Akureyringur og húsgagnasmiður upphaflega og byrjaði síðan að kenna hér handavinnu í þessum skóla 1964 þegar ég var 2 ára gömul. Og hann sinnti því starfi til 1991. Þannig að hann var ansi lengi hérna og var mjög vinsæll á meðal nemenda sinna og hann bar mikla virðingu fyrir nemendur sínum. Hann heilsaði öllum með handabandi þegar þeir komu í fyrsta skipti hérna inn í kennslustofuna sem að þótti mjög svona flott og skemmtilegt. Og það er gaman svona í seinni tíð, það eru margir nemendur sem að hafa komið til mín og eins bara opinberlega tjáð sig það hvað þetta hafi verið ómetanlegur tími og hvað þeim finnst þeim hafa lært mikið og bara gaman að því. Hvað heldur það hafa verið í hans fari sem að gera hann svona eftirminnilega? Var það handabandið? Ég veit ekki, hann náttúrulega var rosalega þolinmóður og svona rólegur maður og þægilegur og honum var náttúrulega svo kært það sem hann var að kenna, þannig að hann kannski svona fylgdi því alla leið og já, ég myndi segja það, handverkið var náttúrulega og í rauninni svona þessi sköpun honum svo kær að hann var allar helgar manni alltaf þegar ég var að alast upp að undirbúa kennsluna og náttúrulega kannski svolítið að huga sínum eigin hjartansmálum og hugsa mikið báta og hann náttúrulega smíðaði mikið af bátum fyrir Ástjörn gegnum árin og eins fyrir siglingaklúbbinn Nökkva eftir hann hætti að kenna og þetta eru bátar sem eru ennþá í notkun í dag sem er gaman að segja frá og svo náttúrulega litlu bátarnir, módelin. Já, eins og þessi hérna. Og hann hannaði þetta og leyfði krökkunum að velja sér báta og hjálpaði þeim síðan og kendi þeim að smíða þá. Og það er gaman að það var nú á siglingadaginn sem við heldum núna á laugardaginn var einn nemandi sem sagðist vera hámenntaður og búinn að ganga í gegnum flest nám sem hægt er í gegnum háskóla og hvaðeina og hann sagði að hann myndi ekki eftir þessari tilfinningu eins og hann var stoltur þegar hann var búinn að klára skútuna sína. Hann myndi aldrei eftir að hafa upplifað það aftur. En hvernig kom þessi hugmynd upp að halda þennan siglingadag? Það byrjaði í rauninni 2012 og 2013 þegar ég kom tilbaka hingað. Því ég náttúrulega hef ekki búið á Akureyri í 30 ár og flutti síðan tilbaka og tók öll skipi mínu upp úr kössunum hérna á Akureyri og það komu svona minningabrot og ég hugsaði að já, mér langaði bara að heiðra pappa og líka bara kannski svona endurvekja þessa stemmingu inn í sjálfri mér. Já. Og ég náttúrulega sakna þess á hverjum degi og hann dó árið 2000 og ég er búin að ferðast með skipi mín út alla Evrópu þar sem ég hef búið á fleiri stöðum og þau hafa látið á sjá og strákarnir mín hafa leikið með þau og þau hafa siglt víða í Evrópu. Og mér fannst bara gaman að líka gefa gömlum nemendum tækifæri til þess að koma saman og minnast Kalla Hjalta og dusta rykið af skútunum sínum og það sannarlega var vel heppnað og skemmtilegt. Já, og það var vel mætt, þannig að fólk greinilega, já, það situr eitthvað eftir. Já, það voru allir ofsalega glaðir og ég líka var búin að tala við nokkra og það tók allir vel í þessa hugmynd og svo þegar við vorum búið, það voru bara, heyrðu, hvenær eigum við að gera þetta aftur? En fékk fólk ekki svona nostalgíu tilfinningu við að vera þarna saman að leika sér með bátana á tjörninni? Ekki spurning. Og margir sem voru með barnabörnin sín, afarnir, voru að koma með skipin sín og barnabörnin fengi að prófa að sigla og það var bara, þetta var yndisleg stund. Og við vorum sem sagt í samvinnu Leikfangasafnið og Guðbjörg og við ákváðum að gera þetta. Og þetta er svo skemmtilegt og hafa komið svo margar hugmyndir að við jafnvel höfum eitthvað annað seinna. Núna segja stelpurnar að þær vilji setja upp handavinnusýningu á sínum munum. Já. Þannig að auðvitað voru mest strákar í smíði en að vísu 63 árgangurinn byrjaði líka stelpurnar að fá að vera í smíði og en það var svona minna. Þannig að strákarnir voru náttúrulega svona í gegnum tíðina miklu meira að smíða báta. Þannig að þetta er já, hvergi nærri búið, þið haldið bara áfram. Já, alveg örugglega, þetta er svo skemmtilegt. En nú þú listakona, starfandi listakona, hvað heldur að pabbi þinn hafi haft áhrif á
það þitt, val? Ég held að það sé náttúrulega ekki spurning að alast upp á smíðastofu náttúrulega forréttindi og ég náttúrulega læriði það mjög ung af honum að það var aldrei spurning hvort það væri hægt að gera það, heldur bara hvernig nætt að gera það. Og það náttúrulega hefur fylgt mér alla tíð og náttúrulega miklu auðveldara líka þegar maður hefur svona grunnþekkingu á ýmsum efnum og miðlum og hann náttúrulega kendi mér að koma hugmyndum mínum í eitthvað form. Og það hefur náttúrulega bara fylgt mér og reynist vel og skemmtilegt og ég náttúrulega vinn í rosalega marga ólíka miðla og ég held bara að þessi grunnur sem að ég fekk og líka af því að vera í hannyrðum, í handavinnu, að smíða og sauma og þú veist, það alveg sama hvað það var. Og maður náttúrulega var ekki gamall þegar maður var að byrja að prjóna og sauma út og ég man að mér langaði í nýja buxur og þú veist, fyrir hádegi og ég saumaði þær í hádeginu og var komin í bæ klukkan 2, ég meina, og það var ekkert verið eitthvað vesen með snið og svona, þannig að þú veist, maður lærði þetta bara og kannski náttúrulega eitthvað sem maður hafði í sér líka en sannarlega eru tækifærin náttúrulega við það alast upp í þessu umhverfi, ekki spurning. En hvernig fyrir það að koma inn á þessa smíðastofu? Þetta smíðastofan bara akkurat þar sem hann starfaði og kendi. Hvernig kemur þetta þér fyrir sjónir? Þú varst hérna mikið sem barn. Já, ég náttúrulega kom ekki hingað í 30 ár og þegar ég kom aftur þá kom ég inn og bara byrju, er þetta eitthvað lítið? Af því að í minningunni var þetta svo rosalega stórt. Að vísu var ekki þessi veggur hérna inn í vélasalinn áður, þetta var opið og ég man alveg mjög vel eftir því að pabbi var rosalega hræddur alltaf sæirnar og þessi náttúrulega tæki sem eru hættuleg og það var rosalega strangar reglur. Hann var ekki strangur kennari eða pabbi en varðandi það þá var hann mjög strangur. Og ég man að maður kannski prófaði eitthvað og það var alveg á hreinu að það var enginn sem kom nálægt sauginni. Og eins og ég segi, ég fekk sjokk hvað þetta var lítið en auðvitað þetta náttúrulega minna þegar maður orðinn stærri sjálfur, þó ég sé nú ekki hávaxin. Þegar við komum áðan þá var nú kona að bara mynda saugina inni, þannig að það ennþá líf í smíðastofuna. Sem betur fer. Núna eru smíðaðir rugguhestar og það eru námskeið að gera kolla og mjög fjölbreytt starfsemi og gaman að fólk sé ennþá að koma hingað og skapa og ég vona að verði bara þannig í framhaldinu að það haldi áfram endalaust. Akureyrarbær gera mjög gott að vera með þessa starfsemi í punktinu.